Já, komið sæl. Nú þegar þessi lag hérna fyrir milli Íslands og Noregs á leiðin út af sjónvarpsstöðinni hjá okkur þá kemur bara svo næsta inn í leikinn og það verður vaxandi austanátt frá henni núna næsta sólarhringinn og hún kemur nú síðan til með að svona skipta sér í tvennt. Annar helmingurinn fer hérna til Bretlandseyja en svona þessi grynnri fer hérna upp með austurströndinni hjá okkur og kemur til með að viðhalda þessari norðan- og austanátt sem verður ráðandi hjá okkur. En ef við lítum á hitasviðið þá erum við nú hérna í kaldaloftinu og það verður því frost hjá okkur. Það reyndar mun nú væntanlega með þessari lægð sem kemur á þriðjudaginn þá mun nú svona hlýna eitthvað aðeins hjá okkur þannig að hitatölurnar fara eitthvað aðeins upp fyrir frostmarkið en síðan kólna bara aftur og ekki að sjá annað en að það muni halda áfram á kóluna alveg út vikuna. En Íslandskort morgundagsins gæti þá litið svona út. Það verður austanátt á landinu hjá okkur. Hún gæti orðið allhvöss eða hvöss hérna við suðurströndina og eins á Vestfjörðum. En annars verður hún svona strekkingsvindur mjög víða. Það helst hérna á Norðausturlandi sem að vindur verður hægari. Og það má gera ráð fyrir því að það verði svona skýjað hjá okkur, éljagangur nokkuð víða hérna, sérstaklega norðan og austan til og síðan má nú gera ráð fyrir því að það nái nú að snjóa eitthvað hérna allra síðst á morgun svona með köflum. Og eins og við sjáum þá svona kalt hjá okkur, frosttölur allt land og víða á svona bilinu 2 til 10 stig. Nú síðan áfram á kemur næsta kort, áfram á þriðjudeginum að þá verður svona aðeins fara að lína hjá okkur, hitatölurnar svona komnar upp fyrir frostmarkið, svona við ströndin allavega, þannig að úrkomanum vantilega svona vera svona að breytast á milli því að vera snjókoma og slitta hérna við ströndina bæði á Austfjörðum og Sunnanlands, en annars ætti nú að verða svona éljagangur nokkuð víða og það verður nokkuð hvasst með þessu, það má gera ráð fyrir því að það gæti orðið stormur hérna við suðurströndina og hvassviðri hérna norðvestan til og síðan áfram á miðvikudeginum að þá nú gert ráð fyrir því að við fáum lægðina hérna þegar hún búin að skipta sér svona þennan grynnirparti hérna upp með austurströndinni og þá fer vindur að snúast í ákveðna norðanátt hjá okkur og það þýðir það að það verður svona éljagangur hérna norðanvert landið og austanvert en ætti nú að verða mestu þurrt hérna suðvestan til og þessi lægð nú ekki verður nú ekki mjög djúp þannig að það nú ekki gert ráð fyrir að verði neitt mjög mikill vindur en þó verður nú svona víða strekkingsvindur á landinu. Og síðan á fimmtudeginum að þá verður nú þessi lægð svona nokkuð deginn úr sögunni og það þýðir það að vindur byrja nú að ganga hægt og rólega niður og það nú gert ráð fyrir því að það svona smá hæðarykkur sem ná komast hérna inn á landið þannig að hann gæti nú svona stjórna veðrinu í einhverja skamma stund en það þýðir aftur á móti að það léttir þá til hjá okkur og fer einnig að frysta og við sjáum þá væntanlega frosttölur víða undir 10 stigum og það verður þá væntanlega bjartast hérna suðvestanvert landið en einhver éljagangur hérna áfram norðaustan til. Nú, ef við förum til Evrópu að þá nú sjáum við skýlin hérna sem að koma að vesturströnd Bretlandseyja þannig að það mun væntanlega rigna á Írlandi á morgun en svona á Suður Englandi allavega ætti nú að vera nokkuð þurrt og bjart allavega fyrir hluta dags en þessi skýli á leiðin austur á bóginn þannig að það verður nú farið að rigna allstaðar á Bretlandseyjum svona annað kvöld og síðan munu þessi skýl ganga hérna austur eftir og það fer þá síðan þá að rigna á Danmörku og Noregi aðra nótt en svona á morguninu gert ráð fyrir þokkalegasta veðri og það nú reyndar svona þegar við komum niður að Miðjarðarhafinu þá nú nokkuð þungbúið, það lægð hérna yfir Grikklandi og þar mun rigna hressilega og síðan verður nú svona nokkuð blautt hérna á sunnanverðum Balkanskaganum. Og síðan ef við skoðum íbyrju skagana þá nú nokkuð bjart þar, það hæðasvæði sem stjórnar þar þannig að það verður nú svona þokkalegasta veður og einnig verður fínt veður í Frakklandi svona allavega fyrir hluta dags en síðan ánur reyndar að fara rigna allavega svona norðvestan til annað kvöld. Og ef við skoðum förum vestur hafa þá hæðarsvæði ríkjandi hérna með fínu veðri við austurströndina en það lagð hérna yfir sléttunum sem á leiðin austur á bóginn þannig að það verður nú væntanlega farið að rigna hérna við austurströndina á þriðjudaginn og síðan höfum við aðra lagð hérna vestur á vesturströndinni sem mun valda rigningu á því svæði á þriðjudaginn. En á morgun hjá okkur verður sem sagt norðlæga átt með éljum norðan og austanvert landið
Við skulum segja þetta gott að veri í kvöld. Verið sæl.